Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Hún búin að kaka. Bara fyrirgeðu að ég borða ekki ólífuna með brauðinu. Hvað er þetta? 2 puttar upp í rassinn á þér. Nei, þetta er písmerki. En þú snerið því hinsegin í áttina á mér. Já, ég var bara ögraður. Já. Heyrðu, ég ætla að byrja innan þátt, Já. Halldóra. Já. Og ég verið með hérna, ég fór í matvöruverslun. Já. Og Steini var hérna með strákana sína vini sína að spila. Og Að lana. lana ekki larpa. Aha. Larpa er þetta þegar þeir klæða sig í búning og hleypum við öskuliðinu og þykjast vera einhverjir týpur. Það myndi ég alltaf gera frekar en að lana. Ég líka. En ég meina, ég lít svo að við höfum larpað allt lífið. Alltaf verið að leika okkur eitthvað. Já, nei, er það að larpa, já, að fara í búninginn? Já, það er að fara í búninginn Já, og þykjast vera, þú veist, riddari og vera drepinn og eitthvað svona, þú veist, Já. fight for a quest. Heyrðu, nei, en þeir voru að spila og Steini bað mig um að kaupa hríspoka. Einn hríspoki Já. kostar 1200 krónur. Nei, ég meina, finnst þetta ekki geðbilað? Það er rosalega mikið. Það er alveg fáránlegt. Mhm. Meðan að kassi á hraun, Mhm. hann kostar svona 600 kall. Ok. Aha. Og samt er góð ekki að styrkja okkur þegar við segjum þetta. Væntanlega framleiðir góða líka þá hitt. Við megum náttúrulega ekki tala um vörumerki í svona þátt. Já, má ekki tala um vörumerki í þessu. Nei, ég bara, þú veist, ég hugsaði bara þvílík steik. Viltu fá eitt hraun? Já, það hljómar vel eftir ólífurnar sem ég er búin að borða. Sem voru mjög góða með brauðin þó það kemur of seint. Já, ég nefnilega var að reyna að gefa þér smá næringu. Ekki það að mér finnst þú vera vannærð, Nei, en bara, en finnst þér ég hafa grennst? já, þú hefur grænst. Aha. Já. Ég hefði það ekki, sko, ég kennst ekki ákveðin föt sem Já, ég hef ekki? alltaf komst í, nei, Nei. buxur og svona sem ég bara á ég að henda þeim. Á ég að henda þessari blússu á ég að hendinni. Ég var að hugsa hvort ég ætti að byrja að koma bara með föt hérna í þáttinni, það fyrir bækur og svo bara spyrja okkur, ég máta þau fyrir framan þig. Þú getur líka komið með börnin, barnabörn. Já, og svo Ég bara er líka komið með bara alls konar samstarfsfólk og spurt hvort þú viljið eiga að henda í. Já, hluti. Ég hitti konu í gær sem sagðist vera með að markmiði að henda 3 hlutum á dag. Losa sig við 3 hluti á dag. Hún er í svona átaki. Vá. Hljómar vel. Mjög. Ég gæti gert það. Ég gæti fengið svona þráhyggju að fara að gera Ok, þetta. en ef þú verður að henda einu af börnunum þínum eða manninu þínum, hverju myndir þú henda? Alltaf manninu mínum. Ég myndi alltaf henda honum. Já, meinar. Já, frekar er einu af börnunum mínum. Já, ég bara gæti það ekki. Af því að þá eru hin svo óörugg. Já, því þá myndir þau hugsa, ég er næst. Já, ég er næst. Þú veist, þá væri það alveg bara. En það er alveg eðlilegt að maður hendi manninu sínum. Þú veist, það er alveg svona eitthvað. Það er eitthvað sem getur Já, gerst. fjöldi kvenna sem hefur hent mönnum. Já. Þannig að það er svona, heyrðum. Þú komst með ósjálfsspilin. Já. Ég þarf nefnilega eiginlega að fá spá. Mér finnst eitthvað svo margt svo... Ég kom með ósjó. Mér finnst margt svo óörugt í veröldinni. Ég væri til í að fá svona smá leiðsögn. Sko, ég elska þessi spil. Ég er búin að eiga þau mjög lengi. Síðan ég var hjá Paul Wells í gamla daga, Aha. þá fengum okkur öll ósjósenspil. Og svo drógum við spil og tókum hvert annað í svona langar hugleiðslur sem við köllum ART, Awareness Release, hvað er það? ART, hvað ætli T það hafi verið? ART? ART, Awareness Release Technique. Tekník. Já, sem gekk út á það að manneskja satt fyrir fram mig ef ég var að leiða manneskju í gegnum þetta, var alltaf maður á mann og hún var lokuð augun og ég skannaði í gegnum orkustöðarnar og svo var ég með svona mynd af mannesku í jógastöðu og svo teiknaði ég svona myndir inn í hverja orkustöð, hvað myndir komu til mín eða hvað kom til mín þegar ég fór í gegnum orkustöðarnar á manneskjunum. Þetta fannst mér rosalega gaman og ég bara fekk bara ævintýri
svona eins og ég var að lesa í bolla, ég bara fekk svona eins og ævintýri úr orkustöðunum á fólki. Og ég var með hendina svona, fór með hana svona niður eins og reglustrikk og ég áttina hverju orkustöð. Svo er ég búin að gera þetta og svo átti ég að spyrja einhverju spurninga og svo fór ég með fólki í einhvers konar orkuvinnu. Og svo átti fólki bara að fara í gegnum þessa orkuvinnu og svo átti ég að láta það jafna sig aftur. En ég sótti svolítið í mig veðrið sem leikkona og svona mikið spuna leikkona. Að ég byrjaði að leggja hendur á fólk og ekki lemja það, en svona, þú veist, að hjálpa því og ýta og sneppa og öskra það og bara, já, ókei, já, komdu út með þetta. Og ég var alveg rosalega, mér fannst ég svo góð í þessu. Varstu góð í þessu? Ég var mjög góð í þessu, en ég var svona algjörlega að fara yfir strikið hjá fólki. Af því að þetta átt að ganga út á það að fólk væri að heila sér sjálft. Það var engin fullorðin manneskja sem gat haft vit fyrir þér? Nei, ok, ég skil það var svo gott með það að þú hafði bara alveg frjálsar hendur til að láta gamminn geisa. Já, 30 og ég tók 120 manneskjur, eða gerði 120 svona viðtöl. Sem sagt, hver manneskja kom á bilinu 1 sinni til 4 sinnum til mín og ég gerði svona skrásetningu og fyrir þá sem eru að hlusta og komu í svona til mín, ég er búin að henda öllum blöðunum. Þannig að það var svona ákvörðun sem ég tók eftir bara, þetta á ég ekki að geyma. Þetta er eitthvað annað fólk og það fór allt í bara í sorpu. Og Heyrðu, þetta minnir mig á eitt. Ég var einu svona að leigja skrifstofuhúsnæði og það var skjalaskápur í herberginu sem við leigðum og við vorum alltaf að bíða eftir að losna hann, tekinn, þú veist, leigjandi sem á undan hafði verið með föggur sínar þarna. Svo opnaði ég þennan skjalaskáp sem reyndist vera ólæstur og þá voru þarna skrár svona frá barnavernd og lögreglu, þá var þetta sem sagt sálfræðingur sem hafði skilið bara eftir heilan skjalaskáp með upplýsingum alls konar fólk hér í bæ og ég nefndi ekki að skoða þetta en ég hringdi í viðkomandi og ég sagði, heyrðu, skápurinn hérna er læstur, þetta er nú kannski ekki voðalega sniðugt. Ólæstur. Ólæstur, já. Og henni fannst hún fara frekar óþægilt, ég skildi hringi í sig þessum sálfræðing en kom nú samt innan viku en ég hugsaði bara, vá hvað er mikið af svona upplýsingur sem geta bara legið á glámbekk og hvað þetta er eiginlega skeri, sko. Ég held að við kunnum ekkert rosalega vel að passa upp á svona persónuupplýsingar. Nei, ekki Íslendingar. Ég held að við séum ekki flink í því og við tökum það ekki alvarlega, sko. Nei. Einmitt. En ég ætla að segja að við fengum okkur öll svona spil. Ég tók fólk í svona ART og ég man ekkert hvað ég ætla að segja, hvort ég ætla að segja eitthvað merkilegt meira. Og þú ætlar að segja eitthvað með spilin. Á ég að draga bara 1? Já, núna er ég farin að draga alltaf 5, ég ætla ekki að gera það hérna. En núna skulum við segja bara, þú ert með eitthvað sem þú vilt spurja núna. Já. Eitthvað eitt spil og skulum lesa það. Af því þetta eru öflug og Ósjó, fyrir ykkur sem ekki viti, það er þættirnir Wild Country sem eru költ sem var í Bandaríkjunum, það byrjaði á Indlandi og fór svo yfir til Bandaríkjanna. Ég held 9 þættir og óboðslega skemmtilegt. Þau settu sko MDMA í þegar þau voru að halda fundi til þess að safna peningum, voru að fá fjárfesta til þess að hjálpa þeim að byggja upp svona retreat sem voru með í Bandaríkjunum, þá settu þau MDMA í teið eða í drykkina hjá fólkin sem var að koma að fjárfesta. Finnst þér þau ekki sniðug? Rosalega sniðug. Þannig að allir voru bara á ecstasy, rosa glaðir. Ég var alveg tilbúin að opna veskin og gefa bara allt. Ég elska þetta fólk. Ég hef oft veltið fyrir mig hvort það væri ekki sniðugt að setja MDMA í Gvendarbrunnana hérna. Jú, það myndi allavega koma eitt svona dagur þar sem allir væri svolítið glaðir. Já, og góðir við nágrannann og svona uppfyllir ást og kærleik. Já, og tjá sig rosalega mikið við nágrannann. Bara vá, mér langar bara að segja hvað mér alltaf fundist fallegt, hvernig þú heyrðir blómin þín sem að ég fæ að njóta þess að sjá í glugganum hjá þér. Heyrðu, ég er sérst með spurningu. Já. Ég ætla að fá aðeins ég ætla að fá svona smá ráðleggingu. Ég ætla að fá svona smá ráðleggingu það hvernig er best fyrir mig að halda áfram og ég er með svona ákveðið verkefni í huga. Hvað má bjóða þér að drekka? Viltu kannski kaffi, vínan? Auðvitað vil ég bara kaffi. Og ég vil hellir upp og bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur í gegnum svona poka. Og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta sem er bara eins og
BOOM! Atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda, ég vil þetta rauða. Ok. Rúpín, kaffi. Morality. Ok, ég ætla að lesa þetta á ensku og bara þeir sem bara spóla sem skil ekki ensku. Morality has restricted all the juice and energy of life to the narrow confines of her mind. It can flow there, so she really has become a dried up old prune. Prún, Já. sveskja. Yeah. Her whole manner is very proper and stiff and severe, and she is always ready to see every situation as black and white, like the jewel she wears around her neck. Sjáðu, það er líka fangelsi í kringum hjarta á henni. The Queen of Clouds lurks in the minds of all of us who have been brought up with rigid ideas of good and bad, sinful and virtuous, acceptable and unacceptable, moral and immoral. It's important to remember that all these judgments of the mind are just products of our conditioning. And whether our judgments are applied to ourselves or to others, they keep us from experiencing the beauty and godliness that lies within. Only when we break through the cage of our conditioning and reach the truth of our own hearts can we begin to see life as it really is. Og svo hérna, hinum einu blaðsjunni, þá Bodhidharma. Far transcends moralists, puritans, so-called good people, do-gooders. He has touched the very rock bottom of the problem. Unless awareness arises in you, all your morality is bogus. All your culture is simply a thin layer which can be destroyed by anybody. But once your morality has come out of your awareness, not out of a certain discipline, then it is a totally different matter. Then you will respond in every situation out of your awareness. And whatever you do will be good. Awareness cannot do anything that is bad. That is the ultimate beauty of awareness, that anything that comes out of it is simply beautiful, is simply right, and without any effort and without any practice. So rather than cutting the leaves and the branches, cut the root. And to cut the root, there is no other method than a single method. The method of being alert, of being aware, of being conscious. Ok. Tengir þetta eitthvað? Nei, eiginlega ekki. Við verkefnið sem þú ert að Nei, hugsa bara enga megin, sko. Ok, það er svolítið erfitt að tala um eitthvað sem þú vilt ekki segja hvað er. Nei, það er bara svona svolítið sem ég er að skrifa og... Varstu með rosalega mikið af skoðunum Nei. í því, þú ert ekki með það? Aha. Nei. En er þetta þá kannski bara að minna þig á að þú ert á réttri leið? Að þú þarft bara að fylgjast með? Og mér finnst mjög gott að þú segir það. Höfum það bara, ég sé á mjög réttri leið. Þú finnur hvað ég er flink. Þú ert að hjálpa þér að vera svona opinn gagnvart verkefninu. Hérna, en þetta er náttúrulega það sem að leiðum að fyrir að skrifa eða búa til eða eitthvað, þá oft fyllist maður af sínum conditioning, sínum skilyrðingum, því sem maður lærði og því sem má ekki og á ekki og allt þetta. Já, ég nú reyndar, mér finnst ég vera bara alltaf góð að losa mig undan svoleiðis. Ég náttúrulega með hérna skrifað hér á tattúið á handlegginn á mér orðið óviðeigandi vegna þess að... En er það ekki þetta óviðeigandi, er það ekki svona að þú að halda í að vilja ekki uppræta þitt conditioning? Nei, ég bara skil ekki hvað er viðeigandi og hvað er óviðeigandi og hver stjórnar því hvað er viðeigandi og hvað er óviðeigandi. Your awareness, það sem þú finnur innra með þér í kærleikanum, í uppsprettu lífsins og í sköpuninni, það er viðeigandi. Það er óviðeigandi að þegar þú veist að þú meiðir einhvern eða þegar þú veist að þú ert að höggva eða... eða ef maður er að vinna eitthvað sem er einhvern veginn ekki alveg truthful eða skilur einhvern veginn, maður hefur ekki alveg hugan eða hjartað í því, sko. Þá getur það orðið svona... Eða er ekki tilbúin að sjá sinn hluta í því. Já. Þá verður maður oft óviðeigandi af því að maður er of mikið að halda í réttlætingu sína. Af því að maður er komið svo góð hugmynd, sko. Þannig að þú kannski komið rosa góð hugmynd og þú ert að halda í hana og kannski spilað að minna þig á að þú verður bara alveg vissum að hún sé unnin úr kærleika. Já, einmitt. Og spretti úr raunverulegri sköpun en ekki úr cleverness. Nei, einmitt, já.
Vákátt góð í þessu. þetta sé ekki clever hugmynd, heldur sé þetta kærleiksrík hugmynd. Já, ég skilji, hún hafi raunverulegt valjú. Já, af því að það sem að sprettur upp úr hausnum, sem sagt úr hugmyndinni, Já. það gefur enga orku og það verður alveg ógeðslega erfitt að viðhalda því verkefni. Alveg. Það verður bara óbærilegt. Einmitt. En það sem sprettur úr sköpuninni, kærleikanum, það er svo auðvelt að fylgja ástinni eftir, því hún er eilíðar uppspretta. Da-da-da-da-da, wííí! Veistu það, Dóra? Ég vil að þetta gefið allt út á bók. Ég vil að við tökum þennan kafla upp Já. og gefum út hljóðbók sem er bara Með með þessu gullkorni, Já. af því að ég var svo vel gefin núna. Já, gullkott Dóru og það er bara ein Það er bara setning. eitt gullkorn. Já. Það er bara eitt gullkorn. Er það ekki? En ætlar þú ekki að draga spil? Jú. Er það ekki spil? Jú, ég á eftir að draga mitt spil í dag. Ég ætla að draga spil hvað ég hafa huga í þessu hlaðvarpi núna með þér. Það sem að gullkornin streyma. Hroki, nei, djók. Integration fékk ég. Já, ok. Það Sem sagt einhvern veginn að... það eru allir á myndinni fyrir... Er eitthvað gott orð yfir integration á íslensku? Já, hvað geti það verið? Úrvinnsla. Úrvinnsla, einmitt. Já. Það er svo mikið verið að tala um integration, heyri ég í öllu þessum hugvíkandi fyrirlestranum. Þá er Já. alltaf verið að tala um set og Já. settings og svo verið að tala um integration. Já. Það skiptir öllu máli. Set and setting, staður og stund og svo úrvinnsla. Og svo úrvinnslan og hún skiptir, að það í rauninni skiptir ferðalagið ekki máli, þar sem hún notar hinn hugvíkandi efni, heldur það hvernig vinnur úr þeim upplýsingum Sem þú þú færð. The image of the integration is the unio mystica, the fusion of opposites. This is a time of communication between the previously experienced dualities of life, rather than night opposing day, dark suppressing light. They work together to create a unified whole, turning endlessly one into the other, each containing in its deepest core the seed of the opposite. The eagle and the swan are both beings of light and majesty. The eagle is the embodiment of power and aloneness. The swan is the embodiment of space and purity, gently floating and diving upon and within the elements of the emotions, entirely content and complete within her perfection and beauty. We are the union of eagle and swan, male and female, fire and water, life and death. The card of integration is the symbol of self-creation, new life and mystical union, otherwise known as alchemy. Þannig ég á bara að vera í alkemíunni hér í þessum þætti í dag. Þú ert bara að vera í svona þinnri innri efnafræði, taka inn hluti og hugsa, já, hvað á ég að gera við þetta? Hvernig á ég að raða þessu inn í mig og mitt líf og hvað hef ég lært og hverju myndi að breyta og hefur þetta orðið þess að sýna mér ný tækifæri. Einmitt, ný tækifæri, hafa löngunna til að þroskast. Eitt sem ég fékk í fítinu í vikunum var hérna að velgefin manneskja er manneskja sem hefur hugrekki til að breytast. Hefur hugrekki til að viðurkenna eitthvað er ekki að virka í lífinar og hún þarf að bæta einhverju við. Hún þarf að ganga leiðina til þess að leita leiða til að láta... Mér er svo skemmtilegt að Pétur föðurbróðir segir að hver manneskja eigi að skipta um persónuleika minnst okkur 2-3 ára ævinni. Já. Veistu, við höfum kannski bara 70-80 ár. Já. Af hverju vera sama manneskjan allan tíma? Já, eða vera með einmitt. Skilurðu? Já. Ég held náttúrulega að ómeðvitað breytist völd, þú veist, við erum allt öðruvísi, þú veist, til 20, svo eru árið milli 20 og 30, þá var einhvern veginn allt öðruvísi. Þegar ég horfði tilbaka og finnst mér ég hafa verið margar manneskjur, en kannski ekki alveg breytt um persónuleika. En Pétur föðurbróðir segir þetta er bara ákvörðun, þetta er bara innri pólitíska ákvörðun að breyta um persónuleika. En það er rosa hugrekki til að gera það. Já, en hann hefur alveg gert það, sko, þannig að hann talar af reynslu, en þetta er auðvitað. Sko ég segi hugrekki bara því ég er svolítið upptekin af áliti annarra. Þannig að ég átta mig á... Dóra, þú ert löngu vaksin upp úr því. Já, ég er vaksin upp úr því, en það hefur verið svona þema hjá mér að sýna fólki fram á einhvers konar consistency eða að ég sé traustverðug eða eitthvað svona, þú veist. En hérna, þannig að mér finnst það rosalegt hugrekkismál að skipta um
karakter eða skipta væri það maður þá að skipta gildi? Eða er maður bara að skipta afstöðu? Já, ég meina, það gæti alveg gerst að maður skipti gildi líka. Já. Þú veist, það getur ýmislegt í lífinu orðið til þess að maður einhvern veginn bara sjái hlutina allt öðruvísi. Ég fór til dæmis að hugsa daginn, sko, íslensku lífeyrissjóðirnir. Ó, nei. Jú, íslensku lífeyrissjóðirnir, þeir fjárfesta á alþjóða, sem sagt, stokkmarkaðinum. Og á þess að ég viti alveg fyrir víst, þá er mjög líklegt að íslenski lífeyrissjóðirnir til dæmis fjárfesti í vopnaframleiðendum. Já, nei, það eru kannski einhverjar reglur hjá þeim að þeir megi það ekki. Við vitum það ekki. Þeir mega það, sko. Þeir mega það. Þá hljóta þeir að vera að gera það ef þeir eru svolítið klefir, af því að enginn græðir meira en sá sem að fjárfestir í vopnaframleiðslu núna. Ég fór að spá í, ef maður væri, sko, bullandi fjárfestir með hugsjónir, væri það ekki bara sniðugt að fjárfesta í vopnafyrirtækjum og nota svo ákváðan í að gera eitthvað gott? Væri það ekki alltaf svona gott countera? Það væri náttúrulega hljómar rosalega vel, en það er einhvern veginn í gildakerfunum manns væri það ekki alveg, sko, maður þyrfti að horfa svolítið í spegil, en þá myndi maður segja ég er yin og yang, ég framleiði vopnin og krefst friðar. Þú veist, þetta er bara, Nei, ég veit að þetta er svo mikið steik, Dóra. Þetta er algjör steik. Þetta er algjör steik. Þetta er algjör steik. Heyrðu, en Örninn og Svanurinn, þeir svifu hans í burtu, leið og sagði lífeyrissjóðirnir, þá fóru þeir úr þættinum. Ég ætla að kalla þig inn aftur. Kæri Örn, kæri Svanur, vil ég koma hérna inn aftur og við ætlum að gera þetta aftur á andlegum þætti. Þetta var ekki svo óandlegt þó hún segði lífeyrissjóðir. Þetta varð í rauninni bara mjög krefjandi andleg spurning. Nei, ég meina, þú getur með skipt karakter, Dóra, og hætt að líta á lífeyrissjóði sem eitthvað rosalega óandlegt. Já, eða ógn. Eða ógn. Já, eða það sem eru skrítin gildi og eitthvað svona. Já, ég geti gert það. Reyndar komst ég að því að, þú veist, auðvitað ætti maður bara ekkert að greiða í lífeyrissjóði því að, þú veist, þú ferð ekkert út úr því þú ert orðinn gamall. Þú kannski hefur orðið vitni af því með foreldra þína, eða ég allavega var vitni af því með pappa minn, sko. Ég hef aldrei sest niður og reiknað þetta dæmi, en mér skilst að þeir sem hafi sest niður og reiknað það hafi komist að þessari niðurstöðu. Að þeir hætta að greiða í lífeyrissjóði og greiða bara, en hafa þá samt fókusin í að greiða það einhvers staðar annars staðar inn og fjárfesta. Já, einmitt. Þú veist, ég sé að ég hef með einhverja 20 milljónir inn í einhverju lífeyrissjóð og ég veit ekki hvort ég á það eða hvort það er að ég verði komið 20 milljónir miðað við að ég borgi alltaf jafn mikið og ég hef borgað undanfarið 30 ár. Ég skil ekkert í þessu. Nei, ég skil bara ekki neitt í þessu. En ok, við erum í andlegum þætti og þú fékkst spilið Integration og ég fekk spilið Morality. Ég þarf að bara huga aðeins að bara svona siðferðislegu þreki mínu og þú ert í einhvers konar úrvinnslu. Geymir þú peningana þína í skókassa undir rúmi? Nei, það ger ég. Hvar geymir þú þá peningana? Í Íslandsbanka. Nema hvað? En þar er ég með eins og marga litla skókassa, þú veist. Ég er með skókassa til að safna fyrir Sundból. Ég er að safna mig fyrir Guðbæ. Já, það er almennilegt. En þú færð ekki að koma nefn og setja í nýjum Sundból. Ok, þá kannski fyrir ég að bæta á Sundbólsreikningin hjá mér. Talaðu við þá í Íslandsbanka. Þeir hljóta sjá fram úr því að þú getur keypt í nýjan Sundból. Íslandsbanki er þinn skókassi. En ég kom með bók. Það er frábært og vegna þess að ég hef aldrei sest niður með þér hérna. Við vorum í Sundaðan. Það sækir á mig svo rosalega höfgi. Ég var að spá í hvort þú væri til í að lesa fyrir mig, ég geti fengið að sofna. Já, þú mátt það. Ég ætla að segja þér, bókin sem ég kom með, hún heitir Breaking the Cycle of Birth and Death og ég er búin að eiga hana í 36 ár. Ok. Og ég var látin kaupa hana þegar ég var í Költinu, hjá honum Paul Wells. Og þá var ég svo ung, þá var ég bara 30 og það var ekki að ræða það að ég gæti lesið hana eða skilið nokkuð skapaðan hluti í þessari bók. Þannig að ég fann hann daginn upp í skáp hjá mér og hugsaði, nú ætla ég aðeins að glugga þessa bók 26 árum seinna og sjá hvort ég skil eitthvað í henni núna. Það sem ég skildi ekki þegar ég var 30. Og ég byrjaði svona að glugga í gegnum hana og lesa og hún er eftir Guru Sana sem var cult leader í Miracle of Love. Hann hét David held ég eitthvað.
Já, hann hét David. Beginning in 1987, a small group of people were blessed with the privilege of being present with David Swanson during the peak years of his spiritual transformation. Those of us who shared the experience through years of transforming along with David came to know what was actually transpiring within him. We witnessed the presence of Lord Guru Sana unfolding gradually in David Swanson's body in agreement with David's will. Hann náttúrulega hafði hugrekki eins og Pétur frændinn sagði að Skipta bara karakter. Karakter. Þetta alveg geggjað. Það kannski þetta sem við erum að fara að gera. Það kannski þetta sem við erum að ræða. Það kannski verði bara eitthvað svona gúrú svona. Það var bara þessi gúrú. Já, það var í geggjað. Heyrðu, en alltaf hann hafði hugrekki til þess. Og og af því að hann Paul sem var þarna með Higher Self University Training sem að ég var í, veist ekki hvað nafn, Higher Self University Training. Ég var sem sagt, ég útskrifaður með háskólanám, af því að ég ekki útskrifaður með háskólanám sem leikari, sko. Já, þannig að hann var sem sagt yfir þessu og svo voru Lady Kalindi og og það var Kalindi og Lady Gale, þær voru svona undir honum því að hann dó svo bara, frekar fljótlega. Og það héldi áfram og ég var rosalega hrifin af Lady Gale. Hún var svona meira Maria May í henni. Okay. En Lady Kalindi, nei hún hét ekki Lady, en Kalindi var svona, það var svona meiri eldur í henni. Heyrðu, en allavega. Hvað þessi bók? Er hún að segja okkur að lífið og dauðinn sé sami hluturinn eða? Já, það það sem að ég vildi sjá núna, af hverju Paul vildi að ég læsi þetta á sínum tíma og af hverju ég gat ekki lesið hana. Já, bara fyrir þá sem eru hérna, ég ekki að opna bjór, heldur sódavastós. Það væri samt gaman að þú myndir drekka bjór af því að þá verður að breyta karakter líka. Þú veist af því að þú ert löngu, þessi steina löngu hægt að drekka bjór. Já, það væri það grunnur. Þetta drakk aldrei bjór, sko, mér finnst það aldrei góður. En ég ætla að lesa hérna aðeins þetta því að það er áhugavert þetta með költ og svona, þú veist. In our hearts, we knew from the start that the benevolent being Guru Sana, who entered David's body, was an incarnation of God manifesting on earth. To be in his presence was to feel the love of the Lord. That was our own undeniable experience. We don't expect anyone else to accept our experience as truth, since truth is only experienced within each individual. We do, however, want to share with you the words spoken by Guru Sana during the years he spent with us. If you read his words listening with your heart, simply allowing yourself to feel God's love and presence, you may find Guru Sana's words to be very helpful in your forward movement toward God. Þannig að hún að segja, það sem ég ætla að lesa núna svo seinna í bókinni, sem að ég gat engan veginn lesið á sínum tíma, en skil betur núna, ég ætla að hlusta með hjartanu og þú líka. Já. Sjáum. Og ég fór svona í gegnum og gerði svona Ég ætla að loka mér eyrunum en hlusta með hjartanu. Já, gerðu það. The time of fear is an excellent opportunity. It is so tangible, is it not? The fear is something you can hold on to. So hold on, and while you're holding on to this tangible object, look beyond. Don't be discouraged, as there will be many times when you will look and see, oh yes, he is there, and the fear will diminish and disappear. Then you will only see the love. Skilur þetta? Já, ég skil þetta. Hvernig skilur þetta? Hvað þýð, ég nefnilega skildi ekki orðið tangible. Tangible eitthvað sem hann getur ekki gripið og getur ekki fest hönd á. Já. Já, það er þetta með óttan. Ótti erfiður viðureignar. Já. Sko, ég vil aldrei vita hvað kvíði eiginlega fyrir í bara síðustu viku. Og ég lenti í svona dálítið svona kvíðakasti og allt í einu skildi ég þetta, þú veist hvað það þegar fólk talar að fá kvíða. Ég var bara svona þurr í munnunum alla vikuna, þú veist eins og ég var á einhverjum lyfjum og með hjartslátt og og svona rosalegt óróleiki í líkamanum og þetta er svakalega óþægileg tilfinning.
En sko, ég nefnilega hef aldrei verið kvalin af kvíða. Ég held ég bara ekki eiginlega almennilega fundið fyrir kvíða fyrir bara núna í þessari viku. Vá. Ég var dálítið hissa á því að lendi í þessu, sko, því þetta var svona dálítið nýtt og svona, þú veist, og þá þarf maður að læra, sko, ok, Og hvað skynjaður í kvíðanum, eða hvað var inn í honum, af því að þú spurði mig um daginn? Já, nei, sko, inn í kvíðanum var bara svona, voru svona eins og, já, bara þetta var svona einhver tilfinningum eitthvað óþægilegt í fortíðinni sem var einhvern veginn, já, það var eitthvað svona sem var að tryggja mér sem gerði það að verkum að þessi kvíði komu upp. Jafnvel að aðstæðurnar í dag séu engan veginn neitt kvíðvænlegar, skilur við. En það var svolítið skrítið að rekast bara á þennan kvíða og einhvern veginn poppað upp svona einhver gömul tilfinning, sko, og sem kemur núna út eins og kvíði sem var kannski, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir á sín tíma, fattar við. En svo þegar eitthvað kemur svona Og vekur það. og vekur það En er það að vakna af því að þú ert að bráðna og eitthvað kemst að því þannig að það er hægt að ná því út úr skrokknum á þér? Já, kannski er það þannig, en mér varst þetta bara svo athyglisvert að rekast á, sko, þennan líkamlega þátt í kvíðanum. Já, straumar í handleggjum. Já, og svona svolítið doði í svona fingrum og já, hjartsláttur og andardráttur og svona, þú veist, og nú, ég meina, ef að þetta var ekki bara eitthvað one-off kvíðakast, þá þarf ég að byrja að læra að díla við þetta. Þetta er eitthvað sem maður er að fara að láta kræla á sér aftur. Og ég er ekkert kvíðin, skilur, þetta var ekkert svona, ég lenti ekkert eitthvað út í hot með þetta, en bara, sko, að því að maður er oft heyrt fólk lýsa svona einkennum. Þú veist, doði í handleggjum, munnþurrkur, hjartsláttur, andardráttur og svo er einhvern veginn bara dálítið merkilegt að lendi í sem maður náttúrulega veit aldrei hvenær maður fær svona kennslustundir. En já, þannig að nú er ég svona, mér finnst ég verið að koma fyrir vind með þetta voru bara svona einhverjum nokkri dagar, en þetta var mjög áhugavert og ef ég vildi þá gæti ég alveg farið að stressa mig á því að ég sé að breytast í kvíðasjúkling. En ég ætla ekki að gera það. En þá gef ég þér bara súkkulaði. Já, sveppasúkkulaði, MDMA-súkkulaði, hvernig súkkulaði? Þetta sveppasúkkulaði sem ég prófaði þegar ég fékk kvíðan þarna, það hjálpaði mér að læra aftur að vera mjúk, að heimurinn er ekki svarthvítur. Hvernig dílar þú annars við kvíða? Með því að klára verkefnin, stíga inn í verkefnin og komast í tengsl. Já, en nú, til mér þess að hjá mér, þá var þetta ekki tengt því að ég þyrfti að klára eitthvað, gera eitthvað, fara eitthvað svoleiðis. Nei, ég veit það, þetta er rosalega einföldun. Þetta var bara, skilurðu, ég þekki það alveg, að þurfa svona að reka eftir sjálfum mér, svona andskotn, ég ætti að gera þetta. Það er samt ekki kvíði, skilurðu. Þetta var bara svona kvíði, eins og maður verið svona, eins og ég væri allt í einu, sko, hrædd við eitthvað eða óttaðist eitthvað sem maður var ekki að fara að gera. Þetta var bara eins og einhver svona tilfinning sem kom bara upp og teiknaði sig. Mér finnst þetta svolítið athyglisvert, sko. Nei, ég veit eiginlega ekki hvernig ég díla við hann, en þetta á sínum tíma þarna þegar ég fattaði mikrodósa, það hjálpaði mér og ég get gripið í það enn ef að ég lendi í það neðarstaðum. Ég fer í sund og ég er kannski í 3 klukkutíma í sundi til þess að afspenna líkamann. Já, ég næ líka rosalega vel að losa margt í vatninu, sko. Já. Og það er bara, að það er náttúrulega hluti af því að það næri enginn í þig meðan þú ert í sundi. Þetta er ekki bara vatnið. Þetta er líka þú ert í hreinum samskiptum. Það næri enginn í þig. Nei. Þú veist, og hérna, já, þannig að sundið er galdrastaður. Algjör galdrastaður. Svo mér finnst líka mjög gott að komast út í náttúruna. Það er bara, þú veist, að fara upp í bústað er líka vindur ofan af spennu. En ég myndi ekki segja, ég held að fólk sem er sko að slást við raunverulega mikið kvíða, það er, þú veist, það er í einhverju stigveldi með það sem ég hef upplifað, held ég. Já. Held ég. Já, en allavega ég ætla að fylgjast grannt með þessu. Ef að þessi kvíður er aftur á sig kræla, mun ég segja þér að hún fréttir. En, já, það heyra meira hvað Guru Sanna vildi segja við okkur. Já. Ég ætla að halla mér ef ég fyrir að Já, þú átt að hlusta með hjartanu. Ég ætla að hlusta með hjartanu og ekki með heilanum. Ok, expand your consciousness beyond your limited time spare. Expand your consciousness beyond your limited time spare. There is an eternal side of you.
Gradually focus your attention there. Þess á the eternal side. Do it gently, do it with love, take care of yourself, love yourself as we love you. Vá, Þetta mjög fallegt. þetta alveg rosalega fallegt. Þetta hef ég ekki getað tekið inn eða skilið því ég var 30. Nei, 20, 30, maður skilur það ekki, sko. The separation has been your desire and I have assisted in that desire. Now you desire to stop the separateness and I am assisting you in that desire. Know that. Þetta ekki magna? Jú, þetta mjög flott. Af því að einmitt maður fæðist og maður eitt með öllu sem barn og barn fær enga meðutund að það sé aðskilið okkur fyrir en hvað það, við 2 ára aldrei eða hvenær það sem það byrjar eða 5 ára, ég man ekki hvað sálfræðingarnir segja, bla bla bla. Og þá og svo fara alveg ofboðslega mörg ára líf okkur að búa til sérstöðu okkar. Einmitt. Sérstæða mín sem manneska, sérstæða mín í karriér og öllu og sérstæða. Baráttan verður, ég verð að verða eitthvað. Já, og ég verð að vera einhver, verði eitthvað. Og svo núna, þegar maður verður miðaldra, þá vill maður losna við sérstöðuna. Já, og maður helst verða bara ekki neitt. Já, og verða eitt með öllu og að reyna að minna sig á það aftur og allt rétt, alltaf allstaðar og bara verkefni sem ég ekki fæ, það af því að einhver annar á að gera það. Atburður sem ég missi af af því að það eitthvað annað sem ég á að vera að nota tíman í. Þú veist að bara allt nákvæmlega. Það náttúrulega miklu auðveldara að líta svona á lífið heldur en að vera alltaf að hugsa það að maður sé einhverju skortstöð og tapi. Skilurðu, þetta bara, jú, við höfum vissulega mikil áhrif á það hvað við tökum að okkur og svona, en þú veist, svo þegar eitthvað svona að okkur rétt, þá þurfum við að, þú veist, geta annarkvort tekið það eða sleppt í af jafn mikilli gleði til þess að einmitt að það geti bara veitt einhverjum öðru ánægju eða komið einhverjum öðrum til góða að gera hlutina, þú veist. Þú ætli að lesa hérna eitt svona aðeins lengri kafla frá honum Guru Sana. Þetta líka svona, hann svolítið góður Guru Sana. Guru Sana. Sana því náttúrulega heilbrigði. Gurasana. Gurasana, okay. Have you noticed that sometimes the suffering never seems to end? This is no meaningless cruelty. Everything that you experience on this plane is turning into love on our plane. If you would only go deeper into what you call suffering and into its most unbearable moments, you will come to a point when you will see only love. I will say this so many times and someday you will hear it. This is nothing separating you from a state of unlimited love and joy except your fear. Why will you not let go? Fear. Why will you not give up? Fear. What are you protecting? What you're holding on to is all an illusion, and that illusion will go with the fear. I am here to tell you that you will all go through great difficulty and we love you for it. Why do you think we have come? While you are feeling the pain and suffering, if you will just look at the moment, you will be surprised to see there is the love and it has always been there. It will become easier and easier for you to find it. Those of you that say that you can't have endless love have never experienced it. I am here to tell you that it is waiting for you and we are going to show you where it is. Og við alltaf með stórum staf af því að það sko miracle of love. Hópurinn sko. En þetta rosalega fallegt. Þetta alveg geggjað sko, Dóra. Já, þetta alveg bara algjör kjarni. Bara það sem vanlíðan bara að það þanga sem ég á að fara til þess að skilja. Já, það alltaf þannig, en svo erum við alltaf að reyna að hlaupa í burtu frá því sem erfitt eða óþægilegt eða eitthvað, láta eins og það hafi ekki gerst eða eitthvað nýta því frá okkur, reyna að strauja yfir það eða breiði yfir það eða eitthvað. En það finnur sér alltaf leið upp á yfirborðið. Þess vegna er langt best að ganga í skítverkin bara strax. En ertu með pendúlinn, ætlar að eiga þessa bók? Ég ætla að setja þessa bók, Breaking the Cycle of Birth and Death, í kassan hjá
kassan Það hefur verið teknar bækur aðra sem við höfum farið með Ég er búin að svona, já, ég hef séð það. Þær hafa verið teknar. Ég fekk einn skilaboð frá einni vinkonu minni eða nemanda mínum úr Listaháskólanum sem fór og sótti dýragarðsbörn. Já. Var búin að vera að leita að henni mjög lengi. En ég veit ekki hver fekk þarna þríeykið, Báru, Rósu og Birnu. Nei, En þær eru allar farnar. Ég hef kíkt í kassan. Ég er búin að fara með fleiri bækur og ég er svona, ég lauma þeim svona öðru hvoru. Þú ert alveg að sofnast þeirra. Já. Vá hvað það er geggjað. Fyrir hvað ég slök hjá þér. Já. Mér er svo yndislegt að hlusta á því tala. Mér líka að þú ert eitthvað svona innblásinn og sko það er svo gaman Dóra þegar þú kemst svona á flug. Og ég var í partí í gær og rosalega gaman hjá mér. Ég sofnaði ofboðslega seint. Svo vaknaði ég í morgun og hélt ég væri búin að sofa nóg. En nú finn ég að því ég er ekki svona kvíðin í dag eins og ég var í gær. Þá finn ég þreytuna. Ég er búin að sofa rosalega lítið alla vikuna en ég hef ekkert fundið fyrir þreytu. Já. Þannig ég fagnaði svo að finna að ég er þreytt. Já, einmitt. Og ég get bara, ég get bara hvílt mig í dag, skilur og ætla að gera það. En ég finn svo sjaldan þegar ég er þreytt. Dóra, hefur þú komið til Næs? Ég veit hún heitir Nýs. Já, Það er mjög næs ég hef í komið til Næs. Það er Nýs. Já. Já, ég veit það. Það er næs í Nýs. Og að því að Icelandair byrjaði að fljúga beint, þá vorum við nokkra daga í Næs áður en við fórum eitthvað annað í Suður-Fraklandi. En það er næs í Nýs. Ég ætla að segja þér aðeins allt í einu rifjaðist upp ég man ekki nákvæmlega hvað það var sem þú sagðir áðan en mér dreymdi nefnilega í nótt að ég, Elín mín sagði þegar hún var lítil, pínlítil að ég var búin að segja aldrei frá þessu í þessum þætti að hún valdi mig. Hún var með öðrum börnum uppi á Guði og þau sem sagt fá að velja sér foreldra sjálf. Þannig, já, og hún sá mig og valdi mig að því að og hún sagði að því ég sá að þú verið skemmtileg. Þá valdi hún mig sem mömmu. Í nótt, það var í draumi, þá var þetta, ég man ekki hvort þú hefur séð þessa frægu ljósmynd sem allir hafa séð. Það eru svona verkamenn í New York sem sitja svona ofsalega hátt uppi og drekka kaffi, sitja á svona spýtu alveg, þú veist, fleiri 20 metra upp í loftinu. En semst í nótt dreymdi mig að það voru svona slár í skýjónum þar sem að börn sátu. Sátu svona 10 og hverju svona, eins og 10 í hverju rólu. Og þetta var svona upp í himninum. Vá, en skemmtilegur draumur. Kannski er þetta svona. Kannski einmitt höfum við setið saman í svona rólu þegar við vorum litlar og erum bara, heyrðu, reynum að finna á svona svipuðum tíma þannig að við getum komið á sama tíma núna til jarðar. Já, og reynum svo að búa í svona ekki allt og langt frá hvar annarri, þannig að við getum allavega búin að læra að lesa þegar við kynnumst. Búin að læra að lesa. Einmitt. Þannig að við náum unglingsárunum þegar maður er í opnun og er að búa til mestu tengslin. En börnin í þessum stóru rólum þau voru meira svona eins og, þau voru ekki smábörn, þau voru meira svona eins og verur, svona eins og þau væri inn í einhverju svona hjúp að bíða eftir því að fara og, þetta er svona bara eins og, þetta er eins og Kvennakór Dómkirkjunni. Já, það er satt. Já. En, ég var að sýna henni mynd utan á þarna bókinni Breaking the Cycle of Birth and Death. En þar er svona fólk í einhverjum svona skikkjum eins og í dómkirkjunum. Fyndið, allt í einu mann í ennum draum. Heyrðu, en hvað segirðu? Þessum þætti er lokið. Nei, þátturinn er bara búinn, sko. En veistu það, ég ætlaði bara að segja eitt. Bara þegar maður verður svona syfjuð, þegar kemur svona höfgeyðumann, þá maður bara leggjast niður það sem maður er að fara að sofa. Bara, ég veit það.